Komið sæl, við hjá Augnablikki Iðnaðar erum komin hérna í Hafnarfjörðinn að hitta hann Harald Baldursson hjá HB Tækniþjónustu en hann sérhæfir sig í eftirliti og skoðunum á málmsviðu. Haraldur Baldursson, framkvæmdastjóri og eigandi HB Tækniþjónustu. Velkomin í Augnablikki Iðnaði. Takk fyrir. Fyrsta og svona rökréttasta spurning, hver er Haraldur Baldursson? Ef þú segir okkur aðeins frá þér sjálfum. Haraldur Baldursson er 4 barna faðir í Hafnarfirði sem rekur sitt eigið fyrirtæki ásamt syni sínum, Andra Haraldsinni. Ok. Og við erum að þjónusta iðnaðinn. Og hvernig fyrirtæki er HB Tækniþjónusta? Hvað er það sem þið gerið? Sko, það sem við gerum er að við framkvæmum skaðlausar prófanir sem að heita NDT á erlenda tungu, Non-Destructive Testing, sem að þýðir það að við erum að mæla mikið stál, þykktir á skipum, töngum og við erum að röntgenmynda, hljóðbylgju, mæla, rafsuður, katla og hitaveiturör og það fram til göttunum. Og eru þá að mæla þykktin og annað upp á hvort þetta sé í lagi með þetta og hvort þetta sé, eru þá að mæla nýtt eða notað eða hvernig bæði bara? Við erum að mæla til dæmis í skipunum, þá erum við að mæla það er í klassanum segir það að mæla skip á 5 ára fresti. Já. Og það verður þá að vera athugað tæringu og þynningarsvæði í hættulegum svæðum eins og lensibrunnum og þyljum og þessum álagsstöðum í skipunum og fylgjast með því og það er allt skráð niður og gerða skýrslur fyrir það og haldið utan um það á skilmerkilegan hátt. Já. Og eru þið 2 sem að starfa við þetta hérna eða eru þið fleiri? Það eru 2 til 3 önnur fyrirtæki sem eru svona í þessum sama bransa. Já. Þannig að það er svona, þetta er svolítið svona lítill markaður en samt virðist þetta vera að bera þessi 2-3 fyrirtæki. Já. Hvað kom til að þú fórst út í þetta og stofnaðir þetta fyrirtæki? Ég var búinn að vera í kælibransanum í nokkuð mörg ár og langaði svona bara að breyta til og svo hitti ég góðan mann norður á Akureyri sem að fékk mig til þess að mæla fyrir sig hérna í bænum, Guðmund Pétursson, mikinn höfðingja. Og síðan þróaðist út í það að hann hætti nú í þessum bransa, fluttist erlendis og ég svona tók mikið til yfir það sem hann var að gefa í þessu skipa og tankamálum og svo þróaðist það þannig að ég fór hef verið að vinna mikið fyrir jarðboranir líka. Við sérhæfðum okkur í skoðunum á borbúnaði, borstöngum og öllu því sem er verið að setja ofan í jörðina þegar menn eru að bora hér eftir gufu fyrir virkjanir til dæmis. Hvernig var ykkar svona nálgun í að þekking var? Erum við að tala fóruð þið á einhver námskeið eða er þetta svona í ykkar námi eða? Já, ég er náttúrulega í grunninn er ég vélfræðingur. Já. Og náttúrulega búinn að vera, sem ég segja, skítugur undir nöglunum frá því ég var bara gutti, sko. Akkurat. Og síðan kláraði ég vélskólann frekar snemma og var svo að vinna í smiðju og svo langaði mig að gera eitthvað meira og þá fór ég til Danmörku og lærði þar véltæknifræði. Já. Og síðan þróaðist þetta bara þannig áfram að þegar maður fer í þennan bransa þá þarf maður að sérhæfa sig og tæknifræðin er svolítið þannig að þú færið einhver viðfangsefni og þú bara tæklar þau, þú finnur út úr þeim, þú leysir þau, finnur lausnir. Já. Og í þessu tilviki þá fór ég til Danmerkur og lærði allt í sambandi við hljóðbylgjumælingar hjá Force Technology í Danmörku. Fordi ég snakker dansk, du veit. Já, frábært. Þannig ég get talað við danska mannin. Já, akkurat. Og lærði hjá honum eins og tæknifræðina. Síðan fór ég til Skotlands og við lærðum þar og strákurinn minn líka og ég lærði þar svona meira inn á þetta ameríska kerfi í þessum skaðlausu prófunum, sprunguleitun og hljóðbylgjumælingar og svo líka sem kallað hvirfilstraumsprófanir sem eru þá sérstök tæki sem verður notað til þess að skoða borstangir
Það er þá tæki sem að skoða stangirnar, sérstök tæki sem að við fengum frá dönsku fyrirtæki sem að var að stækka hjá sér og vildi selja okkur gömlu tæki sína. Við stukkum á það og síðan höfum við verið að framkvæma alla þessa vinnu fyrir jarðbornar. Áður fyrir voru þeir með erlenda aðila sem gerðu þetta, en við sérhæfðum okkur í þessu, þannig að það var svona þægilegra bæði sérstaklega fyrir þá að fá okkur með litlu fyrirvara og svona miklu hærra og betra þjónustustig, sko. Já, hinn vantilega þurfti að flytja búna inn og... Já, og koma og vera hér, fljúga og vera á hótelum og eitthvað. En hvað er skaðlaus prófun? Af hverju þetta það nafn? Sko, skaðlaus prófun er þannig að þá getur þú tekið efnið og prófa það, og það er eftir prófunna að þá er það nothæft. En síðan eru náttúrulega skaðlegar prófanir er það ef að þú tekur kannski eitthvað járnstykki og þú brýtur það eða þú slítur það til þess að sjá hvaða styrk það hefur, sem er líka gert. Þessar skaðlegu prófanir eru í sambandi við höggþol og hörkustig og annað slíkt, og við framkvæmum slíkt líka. Við erum með tæki til þess að mæla til dæmis hörku við erum með sérstaklega hörkumæli, við erum með hljóðbylgjutæki, við erum með röntgentæki sem við sjáum hérna. Síðan erum við náttúrulega, notum alls konar búnað, sérstaklega þykktarmæla sem geta mælt í gegnum málingu, þannig að við þurfum ekki að vera að slípa og skemma, skilur það sem við erum að gera. Og síðan notum við mikið alls konar tæki, til dæmis eins og myndavélar, svona röramyndavélar og alls konar dót, því að mikið af þessu er líka sem kallað visual inspection, sem er þá sjónskoðun, og ég tók einmitt sérmenntaði mig því á síðasta ári til dæmis, samkvæmt þessum Evrópustöðlum sem að gilda fyrir það. Og þá erum við það byrjar allt á því að þú sjónskoðar, þú þarft að meta það sem þú þarft að leggja niður fyrir þig verkefni. Það hringir ykkur í þig, ykkur maður segir, ég er hérna með rör eða ég er hérna með stálgrind eða hvað það er, og ég þarf að fá að vita hvort þú sé í lagi. Þá þurfum við bara að greina verkefnið og sjá til, ætlum við að hljóðbylgjumæla, röntgenmæla, sprungumæla eða hvað ætlum við að gera. Já, akkurat. Hérna röntgenmælingar, er það eitthvað svona sem er það meira heldur en hljóðbylgi til dæmis, eða? Já, það er alltaf, það sem að munurinn á hljóðbylgjunni og röntgenmyndunni er þá að í hljóðbylgjunni ertu að skoða í rauninni, púls, ekko, þú ert að skoða á skjá hljóðmerki, en þú sérði í rauninni ekki efnið sjálft. En í röntgenmyndunni, eins og ykkur kannski hefur séð sem við farið í röntgenmyndun, að þá ert að sjá í rauninni til dæmis viðfangsefnið, þú sérði það svart á hvítu, enda eru þessar röntgenmyndir í dag allar svarthvítar, það er bara Charlie Chaplin bara endurborinn. En síðan eru mismunandi tegundir af röntgen. Það er náttúrulega eins og þessi röntgengeislun, svo getur við verið með gammageislun, og þá ertu með öðruvísi geislalindir sem eru með viðvarandi geislun. Þegar ég slekk á þessum tækjum þá er ekki nein röntgengeislun, en síðan getur við verið með geislalindir sem eru þá bara sem þú getur notað til þess að taka röntgenmyndir, þar sem þú ert að fara þröng svæði inn á milli rör og annað slíkt, en við höfum ekki verið að nota það mikið hér. Það hefur ekki verið mikil eftirspurn eftir svoleiðis röntgenmyndum. Og svo er það það sem er að ryðja sig til rúms núna er þessi stafræna röntgenmyndun, eins og menn sjá hjá tannlækninum og á spítulunum, en í iðnaðinum er það er verið að vinna staðlaumhverfið og það er verið að lögleiða þessar stafrænu myndatökur eða digital röntgen. Hver er munurinn svona? Já, þá ertu í rauninni laus við það að núna þarf ég að taka filmurnar og ég þarf að framkalla þær. Bara í rauninni, ég get gert það bæði handvirkt eða ég get gert það í sjálfvirkri vél sem ég á líka. En þá ertu í rauninni laus við það, þessa framköllun, og þú getur fengið í rauninni niðurstöðu á staðnum. Þannig að þá tekur þú mynd af röri eða einhverju suðu, einhverju viðfangsefni, og þú færð það bara upp á tölvu hjá þér. Þá færðu röntgenmyndun upp á tölvu og getur líka þá unnið með
sko, þú getur unni með myndina svolítið í tölvunni, bara eins og menn þekkja bara úr myndvinnslu, Photoshop eða slíku. Þú dekt hana eða lýst hana eða zoomað hana upp og annað slíkt. En þetta náttúrulega ekki hentugt kannski ef þú ert upp á Kjalarnesi að taka mynd ofan í skurði. Nei, Þú átti ekki hvítum slopp sko með. Nei, þetta þannig að það er svona, umhverfið ekki alveg kannski, umhverfið kannski ekki mjög heppilegt fyrir svona kannski einhver tæki sem kostar 10-15 milljónir sko. Já, akkurat. En ef þú værir með olíuhreinsistöð eða eitthvað svona risaverkefni eins og menn eru með meira kannski í útlöndum, þá eru menn með þessa tækni og þá ertu kannski bara með eitt stykki bara bíl sem með öllum þessum tækjum og það eru kannski bara einhver 10 kallar að djöflast í þessu allan daginn sko. Við erum ekki alveg komnir þangað. Nei, en hugsanlega náttúrulega eins og með alla tækni, þetta á kannski eftir að verða svona aðgengilegra og minna og fljótlegra eða svona léttari Já, og kannski, og svo náttúrulega kostnaðurinn líka sko. Og svo náttúrulega eftirspurnin hérna, það er kannski, hún á bara eftir að aukast náttúrulega. Já, þú talar jarðboranir, hvaða fleiri fyrirtæki svona helstu eru það að þjóna í dag? Já, við erum að vinna mikið fyrir sko, bara þessar stóru smiðjur og mikið fyrir þessi stóru fyrirtæki eins og útgerðarfyrirtækin og fyrir orkufyrirtækin. Við erum að vinna fyrir ON, Veitur, HS Orku og hérna Landsvirkjun. Þú veist, þetta eru, ég var að vinna fyrir, í gær var ég að vinna fyrir Brim, í síðustu viku fyrir Eskju og fyrir Rarik. Þú veist, þetta er svona þessi fyrirtæki sem eru í þessum framkvæmdum eins og það eru til dæmis hitaveita sem er verið að leggja núna frá Hoffelli og út á Höfn í Hornafirði. Heilmikið verkefni þar. Það koma svona, þannig við erum mest að vinna fyrir þessa stóru aðila í rauninni. Það er ekkert að koma hérna, Jón Jónsson er ekkert að banka hérna upp með eitthvað rör á bakinu og vill fá röntgenmyndun á því sko. Það er ekkert alveg þannig sko. Nei. En hvað eins og svona vottanir sem að fyrirtæki að fá, hvað þurfa þau að gera til þess? Sko, hjá okkur þá? Já, við þurfum alltaf að fara og endurnýja til dæmis okkar réttindi. Til dæmis í hljóðbylgju þá þurfum við og röntgen og það er svolítið mismunandi eftir evrópska og ameríska kerfinu. Í evrópska kerfinu þá er alltaf að fara á 5 ára fresti og endurnýja þessi réttindi. Þannig að þú þarft að líka fara yfir tækin hjá þér og láta kvarða þau og þannig að þú ert vissum að þau séu að gefa rétta niðurstöður og rétta mynd af því sem þú ert að skoða. Já. En hvað sko, nú eru tekið þátt í svona í suðuprófunum og vottunum og svoleiðis. Hvernig fer það fram? Sko, ég hef náttúrulega verið að vinna töluvert með Iðunni, Fræðslusetri, að einmitt þeim málum núna í nokkur ár og það hefur orðið mikil breyting á því að núna er það bara þannig að þú ætlar að fá mann til þess að sjóða fyrir því hitaveitu rör eða tank eða eitthvað sem að það eru miklu meiri kröfur gæði og þar af leiðandi þurfa menn að hafa, sem sagt suðumenn þurfa að hafa hæfnisvottun á bakvið þá suðaaðferð sem þeir eru að framkvæma og það fer þannig fram að í samstarfi við Iðuna þá hafa þeir séð framkvæmt prófanana. En það sem ég geri er það að ég tek suðustykkin og ég tek röntgenmynd eða hljóðbylgjuprófa og sjónskoða stykkin og ég sannreyni að þau uppfylli þær kröfur sem að staðlarnir segja til síðan geri ég skoðunarskýrslur fyrir það og síðan sendum við það inn í svona, búum við til svona gagnapakka sem fer svo til erlends aðila sem við erum í samstarfi við og hann gefur síðan út hæfnisskírteinið fyrir viðkomandi suðumann og það er þá í nafni suðumannsins og fyrirtækisins sem það er gefið út. Þannig að og þetta er komið inn í öll sko útboðsgögn að það er bara gerð krafa til dæmis í stáli að þá er það 9606 bandstrik 1 staðall sem segir að suðumöðurinn á að vera með hæfnisvottun samkvæmt þessum staðli og síðan segir að suðurnar skuli dæmdar eftir staðli sem heitir 5817 þannig að þetta er svona staðla umhverfi þannig að þetta er algjörlega niðurnjörvað í rauninni hvernig hlutirnir eiga að vera. Þetta er ekki eins og oft var sagt og
svona uppáhaldsleiðinda orðið mitt að segja að það þarf ekki bara að sjóða þetta. Nei, já, akkurat. Það er ekki bara að sjóða hlutina. Nei. Það þarf mikla þekkingu, það þarf rétt tæki, rétt að víra og svo þarf að vera hönd með hæfnisvottun sem heldur suðu tækið. Sko. Já, klárlega, það er bara svoleiðis. En við erum nú staddir hérna á verkstæðinu þínu og ýmislegt sem er hérna í bakgrunni allavega fyrir þá sem eru að horfa á þetta í mynd sem að vekur áhuga. Þú ert nú með eitthvað meiri áhugamál heldur en bara vinnuna. Já, eitthvað örlítið meira. Það þarf aðeins að lifa lífinu líka, sko. Já. Því að þessi vinna er nú oft þannig að maður sko, eins og til dæmis í röntgenmyndunni þá þegar hinir fara þá kem ég, sko, því að það er náttúrulega geislun og annað sem maður þarf að passa sig á og þannig að ég er mikið að vinna svona kannski þegar hinir eru farnir heim og þá er ágætt kannski aðeins að vera bara rólegur morgunin eftir og hérna kannski bara kíkja út á æfingarsvæði hérna á Keili eða taka smá rúnt á hjólinu. Já. Svo kíkja strákarnir til mín hérna, vinir mínir á mánudagskvöldum og þá teljum við bara í og tökum smá rock'n'roll hérna, fáum smá útrás fyrir það, gamli rockhundar. Já, það er frábært. Það er svona eitthvað, þín svona útrás. Já, svo syngi ég í kór líka. Já. Svo er ég hérna með, það er einn og einn svona hólkur hérna líka. Já. Svona til þess að fara upp á fjöll og eldast við jafnvel hreindýr eða rjúpur eða gæsir eða. Já. Svo erum við hérna vappin í kringum okkur sem er hérna Anna Dimmu sem er hérna labradorhundin, hérna gleymdi hún að telja hann upp sem starfsmann kannski. Veiðifélagi, nei hún er í móttökunni hérna. Já. Dimma, komdu. Já, hún sér alveg móttökuna því það kemst engin óséðum fram hjá henni. Nei. Þetta er bara, ég vildi að hún væri í vörninni hjá Arsenal. Já, það er svoleiðis. Já, það er fótboltinn líka. Já, það er alveg grjótharður gunner, sko. Já, það er frábært. Það er ekkert öðruvísi, sko. Herru Haraldur, þetta er búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt spjall og hérna, takk kærlega fyrir að taka mót okkur. Herru, það var gaman að fá að spjalla við ykkur. Þetta er spennandi og skemmtilegt sem þið eru að gera hérna. Til hamingju með það. Takk fyrir kærlega.